það bara nóga mikið af feministum og nóga mikið af fólki með kynja gleraugun uppi og ég ætla bara, mér finnst enginn vera að berjast fyrir börnunum og það kannski verið að reyna að keyra ykkur ný kerfi gegn eins og í leikskólanum í Reykjavík og eins og Kópavogur gerði og það er bara stöðvað út af jafnréttissjónarmiðum og þetta er kannski kerfi sem henda börnum og leikskólastarfsfólki betur en nei, af því að þá fær þetta hall á konur, þá ætlum við ekki að gera þetta og mér finnst það bara rosalega skrítin forgangsröð. Bara halla á konur líka bara orðið eitthvað hugtak sem slengt fram með enga vísun í vilja kvenna. Nei, og bara líka bara, og okkar þörf fyrir umönnun gagnvart barninu okkar. Ég valdi að vera lengur í fæðingarorlofi. Ég vildi það og ég hefði viljað taka það allt en auðvitað vildi hann líka vera í fæðingarorlofi þannig að hann gerði það. En ég hefði valið heimgreiðslur til dæmis. Ég hefði valið að vera lengur heima. Mér fannst mjög erfitt að fara með litla strákið minn dámum á sínum tíma og þá var mér þannig að önnur þeirra þurfti að fara í göngutúr með hann af því að hann grét svo mikið til að hvíla hinna. Og þetta var hræðilegt. Ég var bara að vinna 8 tíma vinnudag með þetta einhvern veginn og brjóstagjöfin og allt þetta bara einhvern veginn svefnleysið. Þetta er ekkert frábært. Þetta er raunverulega frelsi samt. Æðislegt, bara frábært og bara í alvörni að við fáum ekki að stýra þessu sjálf. Hvernig við röðum þessu af því að þarna var til dæmis barsfæður minn að vinna bara til 3 og hefðu svo bara getað tekið við og átt yndislega stundir með stráknum okkar. En það var bara ekki í boði.